Kæru nýnemar, það er mér mikil ánægja að bjóða ykkur velkomin til náms á Hugvísindasviði Háskóla Íslands. Ég heiti Ólöf Garðarsdóttir og er forseti Hugvísindasviðs. Ég hafði gert mér vonur að hitta ykkur augliti til auglitis á nýnemakynningu, en því miður komu núgildandi sóttvarnareglur í veg fyrir að við getum skipulagt kynningu fyrir allt sviðið í einu. Þess vegna höfum við skipulagt kynningar eftir deildum og í tilviki sagnfræði heimspekideildar eftir námsbrautum. Starfsemi Háskóla Íslands er skipt upp í 5 fræðasvið sem hvert sig tekur á ákveðnum þáttum mannlegs samfélags. Hugvísindasvið hefur vissa lykilstöðu innan háskólans, enda er íslensk menning, íslensk samfélag og íslensk tunga meðal helstu viðfangsefna sviðsins. Að auki er sviðið leiðandi í fjölþættum rannsóknum og kennslu á sviði menningar, tungumála, trúarbragða, sagnfræði, fornleifafræði og heimspeki. Aðalbygging Háskóla Íslands er ein af elstu byggingum háskólasvæðisins og er að mörguleyti miðjan í starfsemi háskólans. Skrifstofa Hugvísindasviðs er staðsettar á efstu hæð. Á skrifstofunni starfa deildarstjórar fyrir hverja deild sviðsins, en að auki verkefnistjórar með ólík sversvið og þeir geta svara spurningum sem upp kunna koma hjá okkur nemendum. Netfangsskrifstofunnar er hug@hi.is og símanúmerið 525 4400, en ég vil líka benda ykkur á netspjallið þar sem þið geti fengið svör við flestum þeim spurningum sem vakna hjá okkur við upphaf náms. Hugvísindasvið skiptist í 4 deildir. Engin þessara deilda hefur fastan samastað, en segja má að kennarar guðfræði og trúarbragðafræðideildar séu allir með aðstöðu á efstu hæð aðalbyggingar. Kennarar sagnfræði og heimspekideildar eru flestir með skrifstofur í Árnagarði, þar sem íslensku handritin eru geymt, en einnig í Gimli og Nýjagarði. Kennarar í íslensku menningadeild eru flestir með skrifstofur í Árnagarði, en einnig í Nýjagarði og í aðalbyggingu. Nær allir kennarar í mál- og menningadeild er í Veröld, húsi Vigdísar, sem er mikilvægur miðpunktur rannsókna á sviði tungumála og menningar. Þessar mundir er verið að byggja nýtt hús fyrir íslenskuna, hús íslenskunar, sem verður tilbúið 2023, en þar munu auk kennara í íslensku verða samastaður fyrir stofnun Árna Magnússonar og þar með fyrir handritin. Eins og ég minntist á við ykkur áðan, þá hefðum við fyrirhugað að halda nýnemakynningu með sviðinu öllu. Það eru óneitanlega vonbrigði að við skulum standa frammi fyrir ákveðin óvissu í upphafi skólaárs. Líkt og aðra menntastofnanir hefur Háskóli Íslands þurft að takast á við COVID-faraldurinn undanfarin 2 skólaár. Bæði nemendur og kennarar hafa sýnt mikinn sveigjanleika og seiglu á þessum erfiðu tímum og háskólinn hefur haldið uppi öflugri kennslu, meðal annars með hjálp fjarfundabúnaðar. Það er ánægilegt að sjá að brotthvarf úr náminu hefur ekki aukist þrátt fyrir þessar erfiðu aðstæður. Líkt og annars staðar í háskólanum er stefnt að því að kennt verði í staðnámi nú á haustmisseri. Kennsluhættir hafa vissilega breyst nú á tímum COVID og í einhverjum tilvikum munu kennarar að hluta eða öllu leyti kenna með hjálp fjarfundabúnaðar. En ég vil hvetja ykkur til að mæta í skólan. Háskólanám er svo miklu meira heldur en að hlusta á fyrirlestra og taka þátt í umræðum í tímum. Samræður yfir kaffibolla námið og knýjandi samfélagsmálefni er ekki síður mikilvægur þáttur í lífi og starfi háskólaborgara. Með þessum orðum óska ég ykkur góðs gengis í háskólanáminu. Verið duglega að nýta ykkur þá möguleika sem bjóðast ykkur í háskólanum. Gangi ykkur sem allra best.